Halló og gleðilegt fullt tungl, gaman að sjá ykkur og vera með ykkur á þessum degi, á þessu fallega kvöldi. Orðið ansi langt síðan síðast, vissulega. Og látum okkur sjá, ég ætla hér að fylgjast með í kommentum í símanum mínum, svo að ég sjái nú hvort að þið hafi eitthvað að segja. Og lækka hérna út á stíðan. Frábær, þá er allt eins og það á að vera. Það var fullt tungl í morgun og við ætlum að vera hérna saman að eiga smá stund með lestri. Ég er með 3 stokka og það eru monologi. Svo erum við með Runic Odyssey og Imperial Dragon Oracle. Og eins og ég var með þetta hér áður, þá ætla ég einfaldlega að leggja skjáin og tölvunni hérna aðeins niður, leyfa ykkur að tengja við stokkana og meðan ætla ég aðeins að tala tunglið núna. Þannig að skjáin fyrir niður og þið séu á spilin. Svona. En þetta fulla tungl, fullt tungl í fiskum og jafnframt svo kallað uppskeru tungl Harvest Moon sem er viðlóðandi þennan árstíma. Nú, sko þetta fiskatungl er mjög áhugavert að því leytum til að því að fiskarnir eru svo mikla tilfinningaverur, þeir eru svolítið svona jafnvægið innra með okkur, yin-yangið innra með okkur, þetta sem er alltaf á hreyfingu, alltaf flæðandi, sem er náttúrulega vissulega tilfinningalega hliðin okkar, hún er alltaf mjög flæðandi og svo er líka svona ákveð element í því tungli sem við erum svolítið að huga okkur sjálfum og huga því hvað dreymir okkur, hvað viljum við, hvað erum við að reyna að raungera í líf okkar, hvaða tilfinningar eru að koma upp. Við þurfum aðeins að kíkja það hvað við erum að flýja. Eru ykkur erfiðleikar sem við erum í flótta við og eins líka hvernig getum við farið í gegnum hindranir sem eru í líf okkar. Hvernig getum við látið drauman okkar rætast, hvernig getum við látið raungert það sem við viljum skapa. Og það helst svolítið skemmtilega hendur við þetta uppskerutungl. Að þegar við blöndum saman öllum þessum vangaveltum innra lífi okkar, draumunum okkar, væntingunum okkar, saman við það að gera upp, það er að segja uppskera, að líta tilbaka og uppskera það sem við höfum sáð og það höfum reiknað með svona síðustu 6 mánuðum. Að þá er þetta svolítið áhugaverð blanda því að við erum bæði að kanna síðustu misseri og horfa á hvað er ég búin að læra á síðasta halva árinu og svo erum við þar ekki að stíga inn í tíman, hvað vil ég gera, hvað dreymir mig að gera, hvernig get ég látið það rætast og þá þurfum við að taka svolítið hvað er ég búin að læra síðustu mánuði til þess að vinna mig áfram. Þannig að þetta er mjög skemmtilegu tími sem við erum í núna og þetta tungl er mjög áhugavert og ég verð bara að segja þegar ég var að skoða núna stjörnufræðina á bakvið þetta að því að þessi lestur var svolítið spontant ákveðin hjá mér. Ég er búin að vera í pásu og ákvað svo sem í sumar að með haustinu ætla ég að byrja aftur en ég ákvað svo sem eitthvað sérstaka tíma. Ég vissi bara ég ætla að byrja bráðum aftur, fyrir áramót byrja ég aftur og svo ákvað ég bara svona allt í einu hvenær er næsta fulla tungl? Já, það er laugardaginn, cool, þá ætla ég að vera með. Svo fór ég að garfa eins og stjörnuspekni og einmitt þá uppskeru tunglið, þá erum við að taka síðustu 6 mánuði og gera þá upp og athuga hvað erum búin að læra. Fullt tungl í fiskum og þá leit ég aðeins tilbaka á síðustu virkni hjá mér
og sá að síðasti live lestur sem ég var með var fyrir 6 mánuðum síðan á 9 tungli í fiskum. Þannig að mér fannst það svolítið skemmtilegt að sjá það að nýtt tungl, 6 mánaða pása, svo fullt tungl á uppskýrutungli. Þannig að þetta svona, já, kom áhugavert fyrir hjá mér, en við skulum þá skoða hérna lesturinn og fara í það, að því að núna erum við að fara í fulla tunglið. Það var reyndar náði hámarki í morgun, svona cirka 10 leyti í morgun hjá okkur, en á fullu tunglið þá könnum við líka sko hverju við erum að sleppa. Hverju erum við að sleppa tökunum á, hvað erum við að leyfa að svolítið svona falla frá okkur, og við erum svona átt okkur á hverju við þurfum bara svolítið að sleppa og fyrirgefa. Svo könnum við hvað fulla tunglið er að upplýsa og sýna okkur, og svo rýnum við aðeins fram á við. En þá skulum við byrja á múnalökuspilunum. Og takk Sunna fyrir þetta komment, mjög fallegt. Ég er mjög fegin líka að vera detta í gang aftur. En við skulum byrja á því að athuga hvað það er sem við þurfum að sleppa tökunum á og svona ná sáttum við og fyrirgefa. Það kemur hérna einfallega bara hverju þarf að sleppa. Og það er einmitt akkurat það sem ég vildi komast á, þannig að mér er svolítið hérna, ég vil fá annað spil, bara afsakið, bara hverju þurfum við að sleppa. Ekki það er náttúrulega persónubundið líka, þú veist, fyrir hverju þarft þú persónulega að sleppa tökunum á, en ég hefði samt viljað fá aðeins meira. Stigðu út úr þægindarammanuðinum. Þannig að við þurfum að sleppa tökunum á þessum þægindaramma sem er vissulega rosa þægilegt að vera í, þægindaramman. En við þurfum líka reglulega að stíga út fyrir hann. Og það er erfitt og það er gífurlega ögrun, og þeimur þrengri og þeimur minni sem þægindarammin er, þeimur erfiðara er að stíga út úr hann. Þannig að ef þú ert að díla við það að vera að reyna að gera eitthvað sem er nýtt fyrir þig, og þú mætir kannski því hugafæri frá öðrum og ekki síst sjálfum þér, að hvaða væli er þetta, þetta er ekkert mál. Þetta er mál fyrir þig. Þetta er þitt skref út fyrir þægindaramma, og fyrir kannski Jón út í bæ þá er þetta hænuskref, skilurðu, og ekki neitt, en fyrir þig er þetta kannski marathon og búið að vera marathon í 2 ár. Þannig að ekki gera lítið úr skrefunum út fyrir þægindaramman, og mundu, þeim er erfiðara og þyngra sem það skref er, þeim er stoltara skaltu vera. Það er ekkert sem heitir lítið skref út úr þægindarammanum, af því að í rauninni þeimur minni sem rammin er, þeimur starra er skrefu hverju sinni. Þannig að við okkar sem eru kannski með þægindaramman eitthvað lengst út fyrir okkur, við höfum ekkert til þess að vera eitthvað að groppa okkur fyrir miða við aðra sem eru að taka fyrstu skrefin. Eru að stíga þessi skref út fyrir þrengsta ramma sinn. Þannig að vertu stolt af því að vera að taka þessi skref, ekki rífa það niður fyrir það, og að gera að sleppa tökunum á ef hún hitt þessu örugt. En þá skulum við athuga hvað tunglið er að lýsa upp. Takk Björk, það er líka gott að sjá þig aftur. Ok, a fiery climax approaches, fullt tungl í hrút. Það er sem þetta einhver svona pínu bomba á leiðinni, já. Og það er sem sagt, það er eitthvað svona að springa út.
og þið eru að sjá það og sennilega þessuna sem að þið eru að upplifa ögrun og eins og ykkar ramma og nærumhverfi sé ógnað er að þið sjáu fram að heyra það er eitthvað að fara að bresta hérna, það er eitthvað að fara að springa hérna, það er eitthvað stórt að gerast og það er, þú veist, það er ógnvænlegt, það er ögrandi, heimsmyndin ykkar persónulega, hvort sem það er heimilið eða vinnan eða námið eða starfið eða samband eða eitthvað, er að breytast og það er alltaf stór mál fyrir hvern og einn þó að það sé, þú veist, bara aðeins út fyrir að þetta er alltaf stór mál fyrir hvern og einn. Þannig að það er eitthvað svona mikið í vændum hjá ykkur sem eru tengt hér inn á og þá er svo mikilvægt að muna að þetta sem við kallum þægindaraminn, þetta sem við þekkjum, þetta sem við tengjum við öryggi, það er ekki alltaf heilbrigðasta leiðin fyrir okkur. Oft er það líka óheilbrigðasta leiðin að þegar við erum að sækja í öryggi í það sem við þekkjum og fyrir mörg okkar þá þekkjum við óheilbrigð munstur, við þekkjum jafnvel ofbeldi, við þekkjum vanlíðan, alls konar svona og þá er auðveldir að stíga tilbaka inn í það bara því að þarna er eitthvað sem við þekkjum, við þurfum ekki að breyta neinu, við þurfum ekki að læra nýtt. Þannig að þetta er svona ákveðin bomba sem er á leiðinni og það er vissuleg ögrun og þá þegar við athugum hér hvað er þá næst í vændum þá kemur hér þú er mjög nálægt því að ná markmiðum þínum sem að er geggjað, þannig að þið ykkar sem að eru hérna að stíga út fyrir þægindarammann eru á leiðinni við því smá bombu, þetta er allt að hafast, þetta er allt að gerast, þannig að til hamingju þið eruð að ná þessu markmiði, sama hvað það er. Just, það getur verið heimilið, vinnan, sambandið, námið, hvað sem það er, eitthvað persónulegt, persónuleg þróun, þið eru að nálgast það. Og þið verður þá svolítið að leyfa einmitt þessari ögrun, þessari bombu að gerast og ekki stíga tilbaka í eitthvað þægindarammann bara því að þið þekkið á vitið að þú veist, hér er ég örugg í því sem ég þekki. Setjum það til hliðar, leyfum bombun að gerast, þannig eru þið að færast inn í næsta skrefi ykkar, inn í þroskan ykkar. Ok, skulum fara yfir í næsta stokk. Takk kærlega Ásdís, fallegt komment frá þér. Við erum með næsta stokk og það er Runic Odyssey og þá athuga aftur hverju erum við að sleppa tökunum á. Það kemur hér nýtt tungl, nýtt upphaf, þannig að hér er pínu svona tilfinningin að þetta er svona pínu öfugt við hitt finnst mér, að því hitt var að segja ok, þú veist, slepptu þægindarammanum, slepptu því sem þú þekkir, þegar núna hér verið að segja, þú veist, ok, núna er ekki endilega tími fyrir þig að ætla að breyta öllu. Það er kannski búin að vera stórflega hugmyndir að, þú veist, ég ætla að skipta vinnu, ég ætla að flytja, ég ætla að gera þetta, ég ætla að gera hitt. Þannig að, þú veist, og að þegar við upplifum alltaf í kringum þessa tímapunkta sem við köllum nýtt upphaf, nýja hringrás, þá upplifum við alltaf svona adrenaline-kick og serotonin-kick og verðum, þú veist, veðrumst alls alltaf upp á mjög svona spennandi og skemmtilegan hátt og það er, þú veist, við viljum það oft og þess vegna eru ofta kannski umplotta okkur sjálfum og róta svolítið til. En núna er svolítið tími til þess að ekki fara í það að umróta lífinu. Þú veist, hugmyndir sem þú hafðir það að ætla að fara að færa eitthvað til og breyta, þær þurfa svolítið að fara í saltið og bíða. Þannig að það er ógeðslega frústerandi sko, þegar mann langar, þú veist, búin að langar svo til að skrá mig þannig eða fara í skóla eða eitthvað, þú veist, eða flytja eða hvað nú og þurfa svo að horfa á það bara, ok, ég get ekki gert það núna. Ekki þar með sagt að ég sleppi því alfarið, en það verður þá kannski bara að bíða í 6 mánuði eða eitthvað. Veist,
Þannig að það er eitthvað sem við þurfum svolítið stundum að sætta okkur við, að við getum ekki alltaf framkvæmt leið. Stundum þurfa hugmyndirnar að fara í salt, eins og ég segi, þetta er eiginlega þveröfugt við það sem ég var að segja með hinum spilunum. En þá skulum við athuga hvað tunglið er að upplýsa, hvað er að koma í ljós hér. Takk fyrir það, Hrafn. Ok. Hvað er að koma í ljós hér? Og það kemur hér að betrumbættu, refine and improve, fínpússaðu, farðu í smámunina, farðu í dítailina og gerðu betur, bættu það sem þú hefur. Þannig að ástæðan sannlega fyrir að það er að biðja að setja hugmyndina þínar í salt er að því að það sem þú ert með í kortunum núna, það sem þú ert með upp á vinnubekknum núna, það þarf meiri ástofumhyggju, það þarf meiri athygli, ekki ganga frá hálfkláruðu verki, ekki skila frá þér einhverju hálfkáki, gefðu tíma til að gera það sem þú ert að gera nú þegar vel. Og ef þú ert með einhver framtíðar áform breytingu og umrót og pottun, skipulegðu þig þá fram í tíman. Planaðu þig, hvort sem það er að leggja til hliðar, vera laus úr öðrum verkefnum, klára þau til þess að hafa fullan fókus í nýtt. Þannig að gerðu það sem þú ert að gera núna fallega, vandaðu þig, gerðu það vel og kláraðu það áður en þú ferð að vaða í nýjar hugmyndir. Þá skulum sjá svona næsta framtíð, hvað er næst? Það kemur hérna gleðin sjálf, gleðin og jafnvægi. Þannig að gefðu þér frekar tíma til þess að vanda þig. Þú sennilegast ert líka bara þannig gerður að þú ert bara miklu ánægðari þegar að þú getur verið stolt af því sem þú skilar af þér. Þannig gefðu þér bara þann tíma og fókus í að sinna einu verkefni einu, klára það sem þú ert að gera áður en ferðu í næstu verkefni, þegar þá ferðu miklu sáttari inn í framtíðina, inn í ný verkefni, inn í nýju hugmyndunar. Þá verður miklu meiri sátt. Þá er ekki þessi þungi að vera 10 bolta í gangi í einu, alltaf að líða eins og maður sé að missa eitthvað og vera síðan kannski svona, já, þetta er skítsæmilegt þegar maður skilar af sér. Það er miklu betra að vera bara skila af sér einu og vera gífurlega stoltur og mjög ánægður með það og fara svo í næsta. Þannig að leyfðu þér að klára það sem þú ert að gera, það mun færa þessu miklu meiri sátt bara við sjálfa þig og við þín skil. Ok, þá skulum við fara yfir í drekana. Við erum yfir í drekana, smá aðsopa. Ok. Hverju þurfum við að sleppa tökunum á? Hverju þurfum við að sleppa? Ná sáttum við að fyrirgefa. Upp að segja. Og það kemur hér Imperial Dragonum sjálfur sem að er í rauninni sem samsvara styrknum. Þetta er ljónið, þetta er sólin og hér er svolítið við þurfum stundum að í rauninni koma niður á hrossinu. Við erum kannski við erum stundum búin að setja okkur sjálf á smá stall. Þannig er stoltið svolítið sterkt. Þannig
það hefur sína kosti. Við hefum sannarlega að vera ánægð með okkur sjálf, við erum að vera stolt af því hver við erum, en hins vegar þá hættur okkur til, sérstaklega þegar við erum á viðkvæmum stað, að ætla að taka okkur sjálf helst til of alvarlega, heldur hátíðlega, stoltið verður viðkvæmt og brothætt, þannig að við förum í svona pínu þykjustuleik sko, og ætla að vera sko óhagandi. Hér þarf svolítið bara að taka það niður, stíga niður á stallinu sínum og vera bara á sama leveli og rest. Þurfum ekki alltaf að vera aðal. Þannig og eins líka talandi um að vera aðal, málið stundum það að við erum bara ekkert eins mikið aðal og við höldum yfirleitt, þó við séum það fyrir okkur í okkar lífi, þá bara engin annar að pæla í okkur. Það engin annar að pæla í mér, engin að pæla í því hvað ég að gera. Það bara allir rosalega uppteknir að sjálfu sér og það engin að pæla í því hvað við erum að gera. Þannig að þetta mjög sjálfhverf hugsuna að við erum alltaf að hugsa, já, Jón út í bæ, hann má ekki vita að mér líður illa, af því að þá lítur hann niður á mig. Jón út í bæ bara ekkert að pæla í því hvernig þér líður, af því að hann bara rosalega upptekinn að sjálfu sér. Hann að pæla í því hvernig honum líður. Þannig að við megum alveg minna okkur á það að við skiptum annað fólk ekki svona miklu máli. Við erum ekki alltaf í huga annara. Það enginn að pæla í því hvað við erum að gera. Þetta rosalega sjálfhverfa í samfélaginu okkar. Og það engum að kenna. Þetta bara þróaðist svona að við verðum, þegar við erum svona upptekin af annara manna áliti, að það má enginn vita hver ég hvað ég að gera, hvernig mér líður eða hvað nú, af því að það einhver skömm á bakveða. Þetta mjög sjálfhverf hugsun í rauninni. Og við erum, þegar við erum í þessum gíra, ó Guð, þessi má ekki sjá hvernig mér líður raun og veru, málið að hinn að hugsa nákvæmlega þetta sama. Og það engin, við erum ekkert svona mikið að pæla í næsta manni, þegar við hugsum raunverulega út í okkur sjálf, okkur öllum líður svona einhver tíman, að vera eitthvað hræddur hvað hinum finnst mig, sko, erum við einhver tíman að pæla svona í næsta manni? Setjast við til niður og hugsum, hvað finnst mér raunverulega Jón og Gunnu út í bæ? Og ég ætla bara að dæma þetta rosalega hart. Nei, við gerum þetta ekki. Af hverju búist við þá við því að þau að gera slíkt til sama okkur? Þetta eitthvað sem alið upp í okkur í samfélaginu, en málið að þetta algjör ránkverfa í sjálf og sér. Þetta stenst ekki. Þannig að þetta svolítið eitthvað sem við þurfum að umróta og taka í burtu. Þannig að hér svolítið verið að segja okkur, ok, núna þarf þú að fara að sleppa þessu hluta. Núna þarf þú að fara að koma hérna niður á stallinum. Það enginn að pæla í hvað þú ert að gera. Róa þig aðeins niður, ekki taka þér svona hátíðlega, og líka bara mjög góð áminning, það kemur þér ekki við hvað aðrir að hugsa annarra manna álit á þér kemur það ekki við. Já, ok, og þá skulum við, þetta var, já, smá svona skammir með þessu, ok. Þá skulum við athuga hvað að vera að upplýsa hér. Hvaða tunglið að lýsa upp? Frjósemin sjálf, og hér getur verið, hér svolítið til að vera að upplýsa og sýna bæði kvenlægu hliðina, kvenorkuna, mýktina og mildina. Við þurfum alveg að minna okkur á það, sérstaklega þegar við erum kannski búin að vera í einhverju svona stolti og hörku sérstaklega, megum alveg minna okkur á það að mýkt og mildi ákveðin máttur út af fyrir sig. Það að vera stór og sterkur og standast hérna áfram og vera alltaf að lýsa sínu skærustu ljósi, já, það ákveðin kostur til að hafa. Það mikill kostur að geta verið mjúkur, að geta verið meir, geta verið einlægur, og í því þar að auki skapast svo mikil frjósemi. Það skapast svo mikil það skapast svo mikil mýkt, mikil öryggi,
þarna verður til staðar listsköpun, sambönd, samtöl. Þetta er alveg jafn sterkur máttur og krafturinn sem við setjum í það að vera aðal í rauninni. Þannig að það er vera að minna hérna og það þarf ekki alltaf að vera sko stóri sterki í sviðsljósinu með allt á hnefunum. Það eru jafn mikil styrkleiki að bara setjast hérna í ró og næði, vera mjúkur, vera meir. Það fer jafn mikið hugrekki í það að vera sýnilegur sem sagt, og hérna sterkur, og það fer það að vera einlægur og mjúkur. Þetta er jafn máttugt, þetta er jafn sterkt. Að vera hér með sko svolítið hetjudáðuna og vera í leiðtogasætinu, það er jafn sterkt og að vera mjúkur, einlægur, tilfinningaríkur. Þannig að þetta er, við erum svolítið að díla við hérna svolítið sem sagt mjög sterka karlorku sem er mjög drifin og er oft á tíðum svolítið brynjuð í nútíma samfélaginu. Við erum að reyna að breyta því að það er að minna á þetta er ekki eina styrkleiki sem við höfum, þetta drif, þessi framorka, þessi brynjaði kraftur, það er alveg jafn sterkt að vera mjúkur. Þetta er svolítið, við erum að reyna, við sem samfélag erum í dag mikið að fjalla um þetta og erum að minna á þetta, þannig að núna er mjög góðu tími til þess að fara svolítið í þetta. Þá er, hvað er hér framundan? Og það kemur galdramaðurinn sjálfur. Það er skaparinn, sá sem að býr sér til sín eigin örlög, sá sem skapar sína ímynd, skapar hver hann sjálfur er. Það er mikil frjósemi hérna, þannig að núna er mjög góð tími til að sleppa tökum á gömlum hugmyndum, gömlum viðmiðum, gamlu brynjun ykkar, leyfa frjóseminni og mýktinni að vera hluti af því að skapa nýtt sjálf. Þannig að hérna finnst mér ég vera að upplifa svolítið mikið svona hamskipti og persónuleg breyting þar sem að vera að sleppa tökum á einhvernum gömlum viðmiðum, bara eins og sko, þessar eldri hugmyndur hvað er karlmennska og hvernig eiga kynhlutverkin að vera sérstaklega, það er komið svolítið sterkt hérna, þetta er rosa mikið karl og kven. Það veri svona að endurskapa hugmyndir og gildi hver ég er og veri svolítið að gefa rými til þess að skapa sér sjálfur, ekki út frá annara hugmyndum, ekki út frá gömlum viðmiðum eða gildum, heldur bara út frá eigin líðan, eigin innsæi og eigin gildum. Þannig að þetta er mjög áhugavert ferðalag hér og mikið í takt við þetta sem er í umræðinu í samfélaginu í dag, sérstaklega hvað varðar kynhlutverk, karllæga og kvenlæga orku, kynhlutlausa orku, hvað er karlmennska, hvað er kvenleiki og allt þetta. Þannig að þetta er mjög áhugavert ferðalag og bara, yes, haltu áfram, láttu hérna, það má alveg taka hérna þetta gamla út og halda áfram að skapa bara út frá sínu eigin persónulega. Ok, þá voru þetta drekanir. Takk sömuleiðis Dagný. Þá ætla ég að heilsa ykkur hérna aðeins aftur. Halló. Ok, úps. Ok, 3 mjög ólíkar, mjög skemmtilega lagnir og dásamlegt að vera komin aftur. Ég viðurkenni þetta fúslega, ég er búin að sakna þess að gera þetta, en maður ræður ekki alveg alltaf öllu sjálfur og ég bara, fann það bara síðustu vetur. Ég þarf pásu út af ýmsum ástæðum. Ég búin að vera, ég ætla bara segja bara hend út, ég er bæði að læra til nuddara og svo var ég líka síðustu vetur að læra markþjálfun og þá þurfti ég einfallega tíma líka til þess að
vera bara ég og engin annar og ótengd öðrum, af því að þegar maður er að vinna alltaf í ykkur svona meðferðar umhverfi með öðrum einstaklingum, þá þarf maður líka að taka tíma fyrir sig sjálfan. Þannig að núna eru búin að vera ákveðin orkuskipti, þannig að ég finn að núna er komið tími fyrir þetta aftur, núna á ég pláss fyrir þetta aftur. Mjög ánægð að því ég var virkilega farin að sakna spilana. Ég segja bara eins og alveg bara virkilega farin að sakna spilana. Ég mun byrja að vinna aftur með einkaspár og mun setja inn á síðana bráðlega hvernig ég ætla að vinna. Ég ætla að vera með aðeins breyttu sniði en ég var í fyrra, en ég mun byrja aftur með enkamyndbönd, enkaspár, og ég mun byrja aftur líka með stjörnuspárnar en aftur með aðeins breyttu sniði, bara þannig að það hendi betur mér, bara til þess að ég geti gefið meira án þess að taka of mikið af mér. Ok, en þá segi ég bara takk kærlega fyrir stundina, gaman að vera komin aftur og við sjáumst aftur eftir cirka 2 vikur á nýju tungli. Þannig að bara takk fyrir mig og eigið gott kvöld.